á 50 Hjörvar Hafliðarsson, verður velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu, partyboy? Mjög góður. Nei, það ekki? Jú. Já. Ég er með 7 og 1. Já, nýjasta. Já. Eitthvað frétti í? Russell Crowe SMS-aði 18 ára stelpu í gríðverk. Nú, ok. Stendur hérna, en hún svo kannast ekki við það þegar þeir höfðu samband við hana. Já, en samt á fossiðinni? Já. Já, hann var að skilja kallinn. Já, þetta er bara risa greina þarna. Já. Já, en hún tekist ekkert kannast við þetta? Nei. Nei, já. Við erum með stúdfullan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur eins og alltaf. Nei, jú, bítu. En viltu ekki taka þetta í slúðruna eftir? Jó, herri, þetta var ekki alveg rétt hjá mér. Já. Þurfum að taka þetta í slúðruna eftir. Já. Ég bið hann sem skrifaði þetta hérna, ég var síðan að hérta afsökunum þessu. Já. Þetta er alveg rétt. Ok, hjöpið þeir betur þetta í slúðruna eftir. Þetta eru stórar fréttir af Russell Crowe, en það er ekki komið af slúðri. Við ætlum að vera með, eins og ég sagði, stúdfullan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur, og ber þar hæst sturla staðarindir. Tískubloggarinn ætlar að kíkja í heimsókntíminu eftir. Það er virkilega skemmtilega karakter, og svo erum við með flottulega-keppnina á sínum stað. Erpur Eyvindarsson ætlar sennilega að kíkja í heimsókn og fleira, þannig að það er nóg að vera hjá okkur strákunum. Já, það er nóg að vera, sko. Á sem Thirsty Thursday. Hvernig er vikan búin að vera hjá College Boy? Hún er búin að vera mjög góð og náttúrulega gaman að fá sér fréttir í dag. Hérna, David Hasselhoff sé á leiðinni til landsins. Já, þú sáttu við það? Ég er mjög skemmtilegt, ég náttúrulega fylgdist með honum mikið á svona úlingsárunum. Já, er hann að fara að halda tónleika, veist það? Já, verið styrra, þeir voru að tala um Vodafone-höllin væri ideal, ég held að það kannski svona full fjölmennu staður. Já, er ekki Bjartsýn alltaf að fara að fylla Vodafone-höllina á David Hasselhoff tónleika? Ég held það, en hérna, þetta eru auðvitað mikið stjarna og var auðvitað kannski, já, uppbóðstætti flestara ungmenna. Já, sko, hann var í vinsælasta sjónvarpsþætti allra tíma, sem er Baywatch. Er það vinsælasta sjónvarpsþættir allra tíma? Já, þeir voru í Guinness World Record Book. Vá, ég yfirleitt sko teki öllu sem hún segir og segi já við því, sko. Já. Ég trúi þessu bara ekki. Þetta er dagsagt, þetta var sýnt í svo rosalega mörgum löndum nefnilega, sko. Félagi minn sendi einu svona lesendabréf þar sem hann baði að annarkvort er textinn fjarlægður eða settur upp á skjáinn meðan að Baywatch var í gangi. Já. Hann vildi alltaf fá að vera einn meðan að þetta voru í gangi. Ekkur pervert vinnuðinn? Nei, hann vildi bara fá að vera einn. Já, ég skilji. Þegar hann var að hóða þetta. Já. Hver var þín Baywatch-stelpa? Mín Baywatch-stelpa? Bara hún var, hérna, ekki Pamela bara. Það er ekki hjá öllum. Já, er eitthvað Elin í Ekvar þarna líka? Já. Svo var hún líka hérna Jasmine Bleeth. Jasmine Bleeth, já, hún var huguleg. Svo hérna, sko, Erika Leniak, hún leik líka í Under Siege 1, kom út úr kökunni hjá Steven Seagal. Já. Það var svona hennar stærsta break. Leika með Seagalnum. Já, og Tommy Lee Jones. Já, Tommy Lee Jones. Og Gary Busey. Gary Busey, að vera með Steven Seagal og Gary Busey í sömu mynd, það er bara áskrift á pening, sko. Já. Það vantar þá tvo svolítið núna í Expendables. Nei, ég veit nú ekki með það. Þetta er náttúrulega kannski menn og niðurleið. Nei, þetta er sko ekki menn og niðurleið. Mín skoðun. Ég verið heilt geisladiski með Steven Seagal, Songs from the Crystal Cave. Hann er bara komið mikið út í tónlistinu núna, sko. Já, þetta ekki hefur verið erfitt hjá kallgreinu. Nei, alls ekki. Svona er lífið bara. Það er nóg að gera hjá hann. Svona er þetta bara. Ertu búin að velja lag í flottulega-keppninni í dag? Já, ég er búin að liggja vel og lengi við því og hef fengið þjóðina með mér í lið. Já, ef ég tapa flottulega-keppninni í dag, þá missi ég allt álita á hlustendum, því að ég er að koma með eitt af mínum allra uppáhaldslögum. Já, ég held áfram að vinna þetta bara með þjóðinni. Já, ég líka. En það er 19-19 hjá okkur, sko. Nei, ég er einu yfir, ég fór einu yfir í síðan. Þú ert alltaf, þú ert með svona, lærið þú að telja í Flórida? Lærið þú að telja á samastað og lærið fingrasetningu? Komstu yfir síðast? Já. 20-19? Já, 19-18 eða hvað líka. Ok, ég held að það var jæmt hjá okkur. Það var jæmt fyrir síðustumferð. Svo mætti ég með Poker King. Nei, Poker Face. Poker Face, já. Vannst ekki eins og hvað lagið þetta heitir? Já, það var bara gott lag og ég vann með því. Já, vannst 5-4, ég var komin í 4-1. Alveg rétt, við látum það ekki koma fyrir aftur í dag, en er ég með betra lag í dag en tengist að vissuleiti síðustu flottulega-keppni. Þannig að, já, eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá er hellingur maður vera hjá okkur hjá bánum. Svo var það í vikunni hérna, Elvar Hrönn Guðbjörnsdóttir, léttist 60 kíló einu ári. Wow. How about that? Kannski eitthvað kúr sem að þú ættir að fara að skoða. Kúr? Byrjum þetta á Justin Bieber, As Long As You Love Me. I don't know if this makes sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you, now we on. Justin Bieber hér með As Long As You Love Me. Er það ekki bara nóg? Jú. Svona þú hugsaður út í það? Svona eins lengi og elska mig, þá var ég sáttur. Já, það er bara fyrir ykkur hérna úti. Það er stundu þarf ekkert meira. Nei.
Þetta resandi lag en það hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 Blue áður en að, Hjörvar Hafliðason kemur með sitt íslenska slúður og ætla ég að byrja að slúðurpakka erlendum. Ok. Ertu ready? Já. Talandi Justin Bieber sem var hér að syngja fyrir okkur As Long As You Love Me, þá hann orðinn nýjasta andlit Adidas. Hann var að gera risasamning og eru menn að tala að hann sé kominn á laun við menn á borðið Lionel Messi, Kobe Bryant og fleiri þegar kemur að svona íþróttarisum. Já. Okay. Þannig að þetta ekki smá samningur og... En á hverju vill maður samt kaupa þessu íþróttaföld eins og Justin Bieber? Ég veit það ekki, sveimi þá, þetta ekki bara aðalega að vera einhverju ullingar eða eitthvað sko? Nei, sérðu ykkur þetta frammi? John Johnson, Jón Jónsson sjálfur að labba hérna, sérðu hvað hann lítur vel út strákurinn? Ég læt það nú vera. Já, herru, hann var í nærmynd hjá Íslandi í dag, núna daginn, og það var alveg sama við hvernig að tala, það var bara hvað enginn sagt neina galla. Og hans helsti galla hann stundum seinna. Já. Það einu gallilans. You're looking good, John Johnson, með Ray-Ban sólgleru inni, hann orðinn rockstjarna. En ég veit það ekki, myndirðu kaupa þér Adidas peysu því að Justin Bieber auglýsaðan? Ekki ég sko, ég væntanlega ekki í target-hópurinn sko. Við erum náttúrulega fertugsaldur, þú gleymið því stundu sko. Ég gleymi því aldrei, Hjörvar. Já, ok. Þannig að nei, við erum ekkert að fara að gera það sko. Nei, þetta samt, mér finnst þetta pínu steið, það fannst þetta steikt til ég las þetta. Hann var orðinn andlit Adidas, hann ekki svona íþróttamæður. Pingu lítill. Svo það, næsta slúður, Ashton Kutcher, hann orðinn launahæsti sjónvarpsleikari Bandaríkjanna. Hann var að skrifa undir risasamning núna upp á, $18 million. Greininu, herðu, $24 million. Í True Health Man? Já. Það gangur svona vel? Sko, ég veit ekki, mér finnst þættirnir ekki af góður eftir að hann byrjaði þarna, sko. Ég kann alveg ágætlega af Ashton Kutcher og allt það, en mér finnst Charlie Sheen mun betri. Hann með $2 million bara á mánuð við gerðum þessari þátta. Ok, ég hef aldrei nefnt að horfa á þetta, sko. Nei, þetta jú, ef það ekkert á, þá hendi ég þessu í, sko. Ekki menn. Jú, mikið rétt hjá. En þessi þættir voru fínir þegar Charlie Sheen var þarna, en ég veit ekki með Ashton Kutcher. En ósko honum allsins besta. Svo það hérna eitt stutt slúður, Megan Fox, hún orðin mamma. Og eignuðust þau lítinn strák og hún og deadbeatið Brian Austin Green sem að sló í gegn í Beverly Hills 90210 á sínum tíma. Var hann ekki með Donna Martin? Nei. Jú, hann var með Donna Martin. Hann var David. Já, hann var David. Hann byrjaði sem einhver plötusnúður og eitthvað og var með Donna. Þau voru aldrei búin að stunda kynlíf og eitthvað. Donna, Donna var ekkert sérstök. Kelly var svo flottst það ekki. Já, og Brenda Walsh, maður. Hún var svona eiginlega svona tíkin í þáttunum, ekki? Já. Hún var svolítið hörð í horn og taka. Já, enda, ég meina, hún þurfti að vera hörð í horn og taka. Hún var að deyta Dylan sem var an alcoholic, þannig að hún þurfti að vera með bein í nefinu. Já, það þurfti konu með bein í nefinu í það. Já. Svo sannarlega. Hann átti fullt af pening en hann var alltaf í tómi vesenni, sko. Já. En við óskum Megan Fox og Brian Austin Green hjartanlega til hamingju með þennan litla gutta og þau eru búin að skýra. Fólk ekkert lengi að þess að núti. En hann heitir... Og þú nefnir strax í Bandaríkjunum. Já, hann heitir Noah Shannon. Noah, það beint úr biblíunni. Shannon, hörru, það bara eins og Shannon Doherty. Noah, það náttúrulega úr biblíunni, bókin okkar. Já, hressandi nafn, svo ætla ég enda slúðupakkan minn hér á henni Cynthia Nixon. En þessi stúlka sló í gegn á sínum tíma í Sex and the City. Og lék þar, þetta rauðharða leikonan þar, og lék Miranda, ef þú eru ekki hort á þess að þetta? Nei. En hún sagði núna í viðtali að hún hefur engan áhuga að gera þriðju Sex and the City myndina. Og er því komið bakslag í þá kvikmynd? Ég vissi ekki eins og það væri að spá í að gera þriðju því að númer 2 var svo skelfileg að ég held að myndi... Númer 2 í hverju? Sex and the City. Já. Hefur séð þessar myndir? Nei, ég frétta fyrsta myndin að vera góð, sko. Fyrsta myndin var fín og þættirnir eru virkilega góðir. Þetta er ekkert bara fyrir konur, ég hafði mjög gaman að þessu þáttum. Mynd númer 2 var ein mesta bíómynd sem ég séð. Það var eitt karaoke atriðið þar sem að þær voru að syngja bara, veist, a woman rule the world eitthvað. Ég held ég að mér aldrei liðið að milli bíó á ævinni. Hverja fílar er best þarna? Þessi gamla ljósarða var eiginlega skemmtilegust. Sex and the City, það voru náttúrulega ekki gamla þegar þættinu voru að byrja, sko. Nei, ég veit það. Kim Cattrall, já, hún var svona alltaf til í slaginn. Já, hann ekki grætt í henni, hún var svona töffari. Hún var mjög vinsæl. Gaman að henni. Herru, slúðri hjá mér. Þannig að Sex and the City 3 er vist ekki á leiðinni. Herru, með Russell Crowe. Já, hvað varst að segja mér? SMS-aði 18 ára stúlku í gríðverk og hérna þetta fengið frá vinnum mínum í síðaheitt. Stúlkan á SMS-skilabúðin frá leikarunum. En í þeim bað Russell Crowe hann að hitta sig. Ég skil ég. En stúlkan segir í samtali við síðu og heyrt að hún hafi ekki þekst boðið og neitað kallinum. Já, hún getur verið dóttir hans, mann. Hvað er hann ekki að verða 50? Jó, en hann er náttúrulega Hollywood star. Já, það er bara ekkert nóg. Þeir mega þetta.
Nei, það? Já, þeir gera bara sem dettur í huga að gera. Já, mér sýnist það og heyrist. Þannig nægilegt. Madonna, ef Madonna lókar að deyta einhvern 19 ára stráka eða 15 ára, þá gerir hún það. Já, Madonna gerir endur allt sem henni sýnist og þarf aðeins að vera að hugsa sinn gang. Nei. Hún var að bera á sér aftur endan á einhverjum tónleikum núna, hún er Jakobul og mamma mín, sko. Já, Hafdís Sveinsdóttir, hefur hitt hana, móðina. Já, hvað myndir að gera ef hún væri bara með tónleika í Laugardalshöll að sýna á sér brjóstin og raskati? Ég myndi dýrka Herðu, Sveinn Andri, King Sveinn Andri. King Sveinn Andri, ok, ykkur frétta á honum í Stúri segir að hann hafa einu sinni átt schäferhund. Já. Og hann var að fá sér tattoo daginn. Já. Algjör fagmaður. Ég með svona nokkra svona einhverja listaspírur og svona inn á Facebook hjá mér. Úr einhverju fortíð. Já. Og það alltaf, hann má ekki gera neitt og töðar það lið. Já. Það æðislegt hvernig þessi gæi pakkar þessu liðið saman, sko. Með að láta það að fara í töðarnar á sig, sko. King Sveinn Andri, kallar hann það? Hann bara lögfræðingur með einhverju 6-7 milljónur á mánuði, einhverju ullasokkar með kannski 50 skall á mánuði, hlæjandi að Sveini Andri. Hann fer skellihlæjandi í svefninu hver einasta kvöldi. Og hugsa með sér, þetta var KO. Já, Sveinn Andri. Til hamingju með nýja tattooið og til hamingju með schäferhundinn. Til hamingju með lífið líka. Splunkunni á iPhone 5 síma. FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuroll og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuroll. FM 957, 1011 og eSíman.is. Morgunþátturinn Magasín á ferð á flugi landið og næsti áfangastaður er Sauðárkrókur, laugardagskvöldi 20. október. Við byrjum herlegheitinum på 22 á Kaffi Krók þar sem við tökum löflegt pubquiz. Eftir það stiga Þórólfur og Erna Dís á svið og slá á létta strengi með uppistandi. Á miðnætti tekum við löðrandi sveittball á Mælifelli þar sem Brynjar Már hleypir skífum langt fram eftir nóttu. Hlökkum til að sjá þig á laugardaginn á Sauðárkróki. Viltu hollan mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 grama salti? Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat. Vikugeðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza sýnir 581-1515. Endurgreiðsluleikur Orkunnar er aftur komin í gang. Þú veist hvernig þetta er. Þú gætir unnir endurgreidda áfyllingu og 100.000 króna inneignankort í lok mánaðar. Megi Orkulökan leika við þig. Orkan. Það er Kringlukast, 5. til mánudags. 20-50% afsláttur og nýtt kortatímabil. Kringlan. Verður Balotelli til friðs helgina eða skýtur hann West Brom í kaf? West Brom Man City á enska geturnaseðlinum og 190 milljónir í pottinum á laugardaginn. 1x2 við tippum. Fullt af flottum vörum í Jack & Jones. Komdu og fá þér flotta úlpu á 10 og 9. Jack & Jones Kringlunni og Smáralind. FM 95 blöð. FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Öddu og Hjörvar með ykkur hér á þessum 5. degi og við munum sitja hérna til 6 í dag eins og alla aðra virka daga. Það er stemmingi okkar að styttist yfir fáum tískubloggaran Hjörvar Hafliðason hérna í spjall til okkar. Hann var að byrja með nýtt tískublogg. Svo seinna í þættinum ætlum við að velja besta Bond-lagið og besta Bond-leikaran, eða ekki? Jó. Að fá hlustundum með okkur í það, þannig að nú er að gera að byrja að hugsa svona ykkar uppáhalds Bond-lag og uppáhalds Bond-leikara. Svo er náttúrulega flottulegkeppnin hér á sínum stað og fleira, en það er hins vegar komið núna að föstum lið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Já. Ertu tilbúinn, Hjöpsi? Já. Ertu einhvern mann kallar Hjöpsi? Hjöpsei. Hjöpsei? Nei, ég var stundu kallað Höbi. Höbi? Já. Þú ert ellendist á það? Já. Hvernig segir ég svona ángríns, hvernig segir kaninn nafnið þitt? Hjöfa eða? Já, Sjöfa. Sjöfa. Það er þetta grjóthart. En hér koma Sturlaðar staðreyndir og við skulum byrja hér á fyrstu. Konur heillast meira að djúprata mönnum en öðrum kallmönnum. Já, ég má vel vera. Já, kemur hann ekkert óvart. Það er, sko, veist,
Það kemur hann ekkert óvart. Það til dæmis eins og Ólafur Darri, röddin hans, og sko hún bræði miðnæsti, hvað þá einhverjar konur hann úti. Það? Já, hann með rosa rödd, sko. Hann með hérna rödd, sko? Já, Þorgeir Ástvalds líka, svaðarödd, fullt af svona mönnum. Ég var alveg til að vera aðeins djúbradari. Já, ég trúi því alveg. Samkvæmt Sturlungs staðröndum og þá bara draumur að vera yfir 1,85 djúbradar. Ok. Já, þú ert ekki djúbradar, Hjöpi, þannig að við hættu þessu. Já. Svo það næsta, það í kringum 10 miljón pöddur í rúmminniðinu. Sturlungs staðrönd. Já, það eiginlega bara hálf ógeðslegt. Já, ég hafði reyndar heyrt þetta og maður hafði ekki henda hvað dýnin út eða? Nei, sko, það er ekkert hægt að gera í þessu. En þetta eru bara bedbugs. Ég fór að lesa aðeins þetta því mér fannst þetta ógeðslegt. Ég er með svona netta siglafóbíu. Ok. En það er ekkert sem þú getur gert, sko. Þú ert bara að vera duglegur að skipta á rúmmuniðinu og svo það sem kom mér óvart í þessu að það er eiginlega betra fyrir þig að búa ekki því að það er eiginlega erfiðar með að lifa í svona þegar það er ekki búið Ok. Þannig að hættu því. Já, ég reyndar hef ekkert verið mikið að búum, þannig að ég er í góðum mála þar. Já, þegar maður býr eitt þá er maður ekkert að búum. Svo það næsta, Frakkar sofa mest af öllum þjóðum og Bandarækjamennur þar í öðru sæti. Já. Frakkar, sko, þeir eru að koma stundum hérna fyrir í Sturlungs staðröndum. Þeir eru bæði þunglindasta þjóð heims og sofa mest. Ég meina, er það ekki svona sama sem merki milli þess að sofa mikið og vera frekar þungur í skapi? Jó, þegar maður sefur of mikið þá er maður alltaf pirraður. Það er betra að sofa of lítið, þá er maður svona pínu bara í galsa. Já, ég veit það nú ekki hvort það sé eitthvað betra en allavega ég held að það sé mjög vont fyrir svona sálarástandi að sofa of mikið. Hvað sefur þú mikið á hverju kvöldi? Ég myndi segja ég teki svona 6 tíma til 7. Já, 7 tímar er draumur. Maður er yfirleitt að fara út að hlaupa svona upp úr 7, þannig að kannski svona meðnætti. Já, dagurinn sem þú fer út að hlaupa að móti til hér. Það er meiri lengur heldur en ég myndi fara út að hlaupa. Nei, þú ert algjör auðmikið á mótana. Svo er það næsta, ég veit ekki hérna, ég er auðmikið á mótana, en þú ert ekkert að fara neitt út að hlaupa, ekki vera að ljúga hér að hlustendur. Lítill svefn eykur kynhvöt, samkvæmt Sturlungs staðröndum. Ok, þreyttur og, já. Já, þreyttur og horni, ég ætla að segja það. Nei, ég ætla að nota bara íslensk orðið, en svo ákveða hætta við það. Já, þetta er samt pínu skrítið, sko, því að ég hugsa að þetta sé þá meira hjá karlmönnum heldur en kvenmönnum, því að... Já, ég er þreytt, ertu búin að heyra þetta oft? Nei. Ég er þreytt. Auðvitað hætti þessu. Hætti þessu, ég er þreytt. Nei, ég er nú ekki fengið það, sko. Já, ok. En svo er það næsta, offita er gríðarlega smitandi í samböndum. Í yfir 60% tilfella fitnar makiðin með þér. Og það kemur nú kannski, þetta er svo sem ekkert sturlu staðrind. Nei, það er ekki oft verið að tala að þegar fólk byrjar saman þá svona fitnar báðir aðlar. Já, yfir 60% tilfella gerist það. Er þetta ekki stundu líka svolítið svona spóla og nammi og... Já, ég til dæmis, ef ég ætti kærustu og hún myndi panta sér pítsu, ég get ekki fengið mér, sko. Nei. Ég myndi ekkert vera að hugsa að ég má ekki vera það. Ég myndi háman í mig. Ef að ég er eitthvað fyrir framan mig heima, þá éti ég það. Það er alveg sama hvað það er. Ég þoli ekki eins og þegar ég er að koma úr fríhöfninni. Já. Þá kaupi ég alltaf eitthvað og svo bara ef það er til heima. En það var hrifin af einhverju stelpu, er það ekki alveg skýtsam og hún þingir sem einhver 7-10 kíló? Jó, ég bara vill ekki fitna með henni. Nei, áhverju ekki? Nei, ég er fýtt svona held ég. En þú, viltu henda það 7 kílóni upp? Ef hún gera það, við getum bara báðið verið saman í þessu. Já, það er skemmtilegt. Bara pattaraleg og glöð. Það er alveg ást. Svo er það næsta. Ef þú ætlar í sambandauðin, þá voru að gefa allan í það. Að sjálfsögðu. Því er ekki alltaf bara að vera öðrum megin og hugsa bara sjálf á sig. Nei. Og vera að hugsa um einhverjar útgönguleiður og slíkt. Ég er bara ekki til í dæminu hjá mér. Svo er það næsta. Justin Bieber getur klárað Rubik's Cube á 84 sekúndum eða 1,5 mínútu tæpri. Ok. Sturlu staðrind, svo sem drullu sama. Greinlega klár strákur. Já. Hann er það. Greinlega. Það tekur því 7 sekúndur að finna hvort sér kynferðislega hrifin af manneski sem þú ert að hitta í fyrsta sinn. Mér finnst það svolítið langur tími. 7 sekúndur? Já, sér maður það ekki bara á 3. Já, kannski þú lítur rosalega vel út og svo opnar á munnin á sig og kannski ég sér það að vanta kannski 5 tennur. Já, þú meinar að til að sjá heildapakkan tekur kannski 7 sekúndur. Það ekki? Nei, og svo er það næsta. 40% karlmanna líður illa þegar þeir hitta konur í fyrsta sinn. Sturlu staðrind. Já, það er... En ég er að pæla þessum 7 sekúndum, sko. Já, er það ennþá í því? Vinnur enginn áð hjá þér? Hæ? Vinnur ekki stundum einhver á hjá þér? Jó, en það er verið að tala um svona á þess hvort að... Þetta var orðað aðeins öðru í svensku. Ok. Hvort hún kveiki í þér. Þú ert að hitta hann í fyrsta sinn, þá vist að taka 7 sekúndur. Ok. Svo er það næsta. Það er ólöglegt að sleikja froska í Kaliforníu því að fólk var að sleikja á til að gera hæ eða fara í vímu og það er búið að banna það. Það er hræðist, það er bara, þetta er eins og með gulræturnar daginn. Fólk er bara á síðasta snúningi ef það er að sleikja froska og reykja gulrætur.
Já, það svolítið sérstætt, sko. En ég hef ekki vitað þetta, sko. Já, það náttúrulega til eitraði froskar, sko, og þetta stór hættulegt, þess vegna búið að banna að sleikja froska í Bandaríkjunum. Þannig að hvort sem út reyna að komast í vímu eða eitthvað kynferðislegt, þá það banna. Svo það síðasta sturlaða starinn dagsins, Árni Ragnar Steindórsson, eða Kös eins og ég kalla hann, genginn út. Já, til langt við það Árni. Já, Kösson. Er hann búinn að vera lengi on the market? Já, hann búinn að vera í einhver ára on the market, sko. En nú er hann vist genginn út samkvæmt Facebookina. Hann var ekki mikið að segja mér frá því. Ok, þú fréttir þetta á Facebook? Ég frétti þetta á Facebook, hann verið komin í samband. Ok, og hvaða kona er þetta? Þetta er einhver huguleg stúlka. Er það eiguleg stelpa? Ég þekki hann ekki neitt, sko. En svona myndum að dæma? Já, voðsætt, ég á eftir að kynnast henni betur, vonandi. En á hverju hendur þú ekki eitthvað spilakvöld núna og farið að kynnast henni? Já, það verður spilakvöld. Mæju sýstir, bráðlega, já. Þú getur dottið í lukkupotinn, hún getur átt vinkonur. Já. Hún geti átt vinkonur. Það hef komið að réttur á Stefson með gló. Þú verður að hella saman einhverju partí. 95 blöð með ykkur, en hér á útvarpsstöðinni FM 957 og hann situr hérna mótið mér, tískublokkarinn og fashion gúrúinn Hjörvar Hafliðason, verður velkominn. Já, blessaður, takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er bara óbúslega flottur og mikið spennandi hlutum í gangi í tískunni. Já, það er aldrei lognmála í kringu þig. Nei, ég var einmitt að opna þessa nýju bloggsíðu. Hvað heitir hún? #fashion heitir hún. Það er hóndið nafn. Þetta er nýtt tískublogg. Já. Og þetta er svona farið að færast aðeins meira ég bara færast meira í augarnar að fólk er farið að blogga meira tísku og ég ætla að vera með. Já, að gera. Og hvað skilgreinir þig, hvernig ert þú? Hver er þín tíska, eða þinn stíll? Erum við með þáttinn til 10 kvöld eða? Nó, það er þannig. Nei, í raun og veru, það er allt leyfilegt í dag, mér er alveg saman hvað er. Ég er ógeðslega hrifinn af second hand og bara vintage og svo mixaði ég upp með kannski bara einhverju 70s stóti og kannski early 80s. Ok, allt leyfilegt bara? Já, í alveg talað, það er ekkert, þetta er ekkert, sko meittlaði stein, það er ekkert sagt bara þú verður að vera í svona buxum og svona peysu. Nei, ég skil. Þú verður eiginlega bara að kreita þinn eigin stíl og það sem ég er að gera á mínu tískubloggi, ég er að segja frá mínu stíl og bara hvað er leyfilegt. Já, ok. En hvað er þetta að versla fötin aðalega? Vá, mér finnst ógeðslega gaman að fara bara til London eða Parísar eða New York, ég reyndar elska New York. Já. Og ég er ekki í þessum búðum sem að margir Íslendingar í eins og H&M eða eitthvað svona, ég er meira bara mörkuðunum. Já. Og er eitthvað bara svona að klórum, þú getur fundið mig í New York bara nánast ón í einhverjum kassa að leita einhverju dóti og rosalega mikið second hand. Já, ég skilji. Þannig að þú ert ekkert að kaupa endilega nýjustu fötin? Nei, ég kaup bara allt, þú getur fundið mig í Kólaportinu og ég bara kaup mér einhvern jakka bara og þú hugsa mig bara. En fötin sem þú ert í núna, hvaðan koma þau? Þessi buxur hérna, þessar buxur eru Krón. Ok, skemmtilegt. Og bólurinn eru gilda kettinum. Og skórnir eru gamli skóra afa mínum. Já, ok. Þannig að það er í raun og veru, eins og ég segi, það er allt leyfilegt. Já. Nema gult. Never buy yellow unless it's a Lamborghini, segi ég stundum. Ok, skemmtilegt. Þannig að það er raun og veru allt leyfilegt. Svo er náttúrulega búið að vera þessi tíska hjá strákunum að vera með hneft upp í háls. Já. Það er að big no-no núna. Ok. Nú áttu kannski aðeins að vera meira released. Já, sleppa hans frá. Stelpurnar eru búin að vera mikið í skyrtum núna, í hvítum skyrtum og kannski svörtum brjóstaraldar innanvendir. Já. Við ætlum að vera aðeins flegnari núna í vetur og hafa meira gaman og vera kannski léttari og fleiri liti. Já, ok, ert þú sem sagt líka ráðleggja stúlkum að inn á fashionblogginni þín? Algjörlega. Stelpur og strákar og bara allir sem og ég get líka sett þér góða frétti fyrir þig. Leðrið er að koma aftur. Æðislegt. Það er gaman að heyra. Ég óskaði bara allsins besta með þetta. Það er virkilega gaman að fylgjast með þessu. Þetta er ógeðslega spennandi núna tímar í tískunni. Það er allt leyfilegt og þú veist, það hefur aldrei verið jafn allt leyfilegt. Nei, ok. Þú veist, núna er allt þetta 90s stótadettinn. Já. Óbúslega, það verður alls ráðandi núna í vetur. Já. Bindin er að koma aftur. Ok, skemmtilegt. Og það má allt í því, mixa bara alla liti, nema banna að blanda saman blárri skyrtu og svörtu bindi. Nú. Ekki viltu vera eins og lögga eða það? Nei, þetta. En þú veist, það er ógeðslega spennandi tíma framöndan og svona t-shirt gæjar eins og þú. Já. Þú ert að elska tískun í ár. Ok. Þú veist, eins og þú ert alltaf klæddur blue jeans og
og bara bólur og 66 gráður norðurúlpan. Það leyfilegt í ár. Okay. Þú getur bara að fara á klúbba þannig ef þú vilt. Okay. Og ef þú vilt lesa meira þá getur bara kíkt á bloggið. En svo, ég var nú að lesa líka á blogginu þínu að, þú átti yfir 50 skópar. 50? Já. Meira svona eins og 150. Nó til að skóm? Já, ég held að sé með alla okkur sem erum á #fashion að við eigum allir ógeðslega mikið skóm. Ég elska skó. Alla skó. Bara kottum með það og fer í það. Það allt í raun og veru leyfilegt dag. Ég rosalega mikið bara svona sneakers. Svona bara gamla góðu joggingskotnir. Bara við hvað sem er. Timberland-skóðunni verða áframvinsalir. En hvað hefur að gera með 150 skópur? I love them. Nei, ég segi svona. Vá, þetta er ógeðslega góð spurning en ég á alveg ekki svar við því. Nei. Við eigum eiginlega allir einhver svona rúmlega 100 skópur og svo maður náttúrulega líka íþróttum aður slíku þannig að maður notar þetta í allt. Nú, hvað íþrótt er þetta stunda? Herri, ég er að kenna reyndar. Nú, hvað er kenna? Japanska bardagallist. Sem sagt, já, þannig að það gæti orðið svolítið spennandi. Já, ertu að kenna og ertu búin að vera að keppa í því sjálfur? Já. Ég keppti sem sagt áður og núna er ég að kenna í þessu, þannig þetta er svolítið spennandi tíma framöndan, sérstaklega hjá mér og krökkunum í #fashion. Já, þetta er skemmtilegt. Þú ert bara með tískun á hreinu og ert að skilmast og þetta er drauma líf. Og fullt af skópurum. Herðu. Þetta er æðislegt. Þú ert æðislur. Já, endilega, kíkja á bloggið. Hvað var áttur bloggið? #fashion. #fashion, skemmtilegt. Takk æðislega fyrir þetta. Já, takk. Diamonds. Og hressandi lag, þetta er svona eiginlega bara eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. Ertu sammála því, Hjörvar? Jó, herðu, ég er hérna að fá viðbröð hérna frá tískubloggara. Nú? #fashion er ávallt velkomin til okkar á Trendnet sem er sem sagt vinsalasta tískubloggið. Já. Og þetta er að slá í gegn. Þetta er orðið mjög vinsælt, fólk er að blogga. Já, ég meina, þú veist, það er stelpan hérna, hún Patra. Já, hún var nú bara áritað í Kringlunni. Já, en það var reynda grín. En hún er svona orðin svona, ég hef ekki segja, hún er svona andlit tískubloggs á Íslandi. Já. Hún er svona andlit sem maður þekkir. Já. Og Manuela, hún er á fullu í svo ekki. Já, það er fullt að liða þessu, sko, en ég er seint velkomin í þennan hóp, ég get lofaði því. Já, þetta var á vissan hátt pínu kalt henni, en ég finnst samt svolítið gaman að þessu hvað. Já, auðvitað, ég meina, það er fullt af fólki sem eru áhuga á þessu. Já. En við fengum hann hérna í spjallir og bara opnað síðuna og svona, ég veist ekki það. Helgi Ómarsson var komin Helgi Ómarsson, kíkti hérna til okkar líka. Sko, Helgi Ómarsson á 6.000 vini á Facebook eða eitthvað. Já. Og 5.500 fallegustu konur í Íslands eru að reyni. Já, ég veit það. Eða eitthvað áleika, sko. Þú vilt ekki vera óvinnur Helga Ómars. Nei, sko, haltu Helga Ómarsinni ánæðum, þá eru þér allir vegir færi á Íslandi. Þú vilt ekki hans sé einhverju skemmtist það að við einhverju vinkonu sínum að segja, ég veist, aumingi rauti í alveg. Já. Það er bara, það má ekki gerast. Þá ertu í dómu tjóni bara. Hann er reyndar í köpen okkur núna, sko. Já, það er reyndar toppdrengur og hjálpa okkur. Hann var stílistinn okkar í FM 95 blöðlæginu, maður. Frábær föt þar, maður. Já, frábær föt þar, en talandi FM 95 blöðlægið, eigum við að láta verða af, ég ætla að tjekka, eigum við að láta verða af jólatónleikum. Það er sko, ég er að fá áskoranir. Ég ætla að spila hérna örstutt. Þetta er mínútu auglýsing sem er nú reyndar komin á netinu núna. Við spilum á mánudaginn. Þetta leyfum ykkur að hlusta. Þetta er sem sagt jólatrailerinn fyrir jólatónleika sem að gæti orðið að veruleika með FM 95 blöð. Tjekkum á þessu. Kæru landsmenn, þá er komið að. Fjölmiðlamaðurinn og frostpinninn Auður Blöndal verður með sína árlegu jólatónleika í Hörpunni föstudaginn 14. desember. Þú? Og heldur svo norður á land og verður í Hofi laugardaginn 15. desember. Ekki allir í jólastuði? Auður mun syngja öll sín uppáhalds jólalög. Jólasveinninn er að koma í bæinn! Jólasveinninn kemur í kvöld! Segja skemmtilegar jólasögur og æsku sinni ásamt því að fá til sínu góða gesti. Er þau nema það? Ég sem þetta búin að byggja Gameboy í jólagjöf frá foreldrinu mínum, en ég fæ leik í Gameboyið minn áður en ég sé Gameboyið. Þannig að ég veit strax hver aðalgjöfin var. Af því ég var búin að sjá að ég var að fá leik í Gameboyið. Og eins og í pantanir í hverjum er ekki drullu sama @jólatónleikar.is. Sko, þetta gæti orðið svona tónleika sem byrjuði í gríni. Þetta var gert bara sem svona garni-trailer. En svo eru menn eins og Jan Jansen og Frikki Dór og fleiri til að hjálpa til þessa tónleika. Það er eitthvað þarna. Það er eitthvað þarna. Ég er ekki spenntur þarna því að Blöð eða Svepp er þarna. Ég er spenntur því að Valtýr Björn er að bara syngja jólalag. Svo er líka hressandi að fólk er að segja frá sínum svona bestu jólasögum og svona. Virkilega hressandi. Mætti ég fá duett
fá okkur að konu. Já. Kannski Þórun Antoni eða ég geti fengið vinkonu minna Emiliano Torrini. Þú og Emiliano Torrini væri rosalega duett. Hvað lag myndirðu vilja taka? Við myndum taka þarna Þú komst með jólin til mín. Fallegt. Til mín. Þú komst með jólin til. Þú komst með jólin til mín. Það væri mjög fallegt. En ef ég þekki sjálfur mér rétt og Torrini, þá setjum við þetta vantarlega okkar eigibúning. Já, þeir myndu leika ykkur hans með það. Já, ég myndi aflega leika með þetta. Já, endilega. Það er það sem ég vill líka. Ef þeir sem að tróða þarna upp. Ég vill að fólk setja svona sín upp á jólalög í sín eigin búning. Og kannski þeir sem eiga eitthvað mjög flottan jólasveinabúning. Já. Ef þeir eru með lítil börn í bílnum, haldið aðeins fyrir eyrun á þeim. Ok, ég gef ykkur jólasveinn. Give me the custom. Og leiði mér að vera hann á skemmtuninni. Já, þú getur verið jólasveinninn hann. Já, ég getur verið stekkjastöru því ég er stór líka sko. Já, það er bara, Sveppi getur verið stúfur. Já, ég er að segja, alltaf gerast. Á hverju gerum það ekki? Það verið stúfur. En hvar eru að halda jólatónleikana? Ég er að sjá fyrir með salin í Kópavogi, geggjaður salur. Já, mjög gott, mjög gott. Ég er í Austurbæ. Austurbæ reynda getur mjög flott. Já. Eitthvað staðar svona. Já. Og kannski þú verið líka, hvað jólasveinn er þú? Ég veit það ekki. Hurðaskellir. Já, ætlaði ekki. Ég veit að mér að United sem búið að tapa. Hvað er ómerkilegt í jólasveittin? Ég er það ekki, þvörusleikir eða hvað sem hann heitir þarna. Giljagaur. Já, hvað gerir Giljagaur? Er það einhver prakkari bara? Það eru nokkri jólasveinar alveg. Askasleikir. Já, askasleikir, skelvilega hallarsleikir. En þú veist, ef þú ætlar að vera jólasveinn, þá tekur maður annarkvort hurðaskelli. Ég er mikið gluggagjafur. Ég hef alltaf verið mikill aðdáandi á stúf. Já, þennan lítill. Þú ert vinnur litla með þess. Nei. Ég er alltaf gluggagjafur. Já. Mæti svona. En það ertu pervert. Góður. En við skulum skoða þessa jólatónleika betur. Það er svo komið núna að því að frumflytja nýtt lag með, góðvinni þáttarins. Hann heitir Sverrir Bergmann og verður hérna hjá okkur morgun með föstudagslag. En þetta hérna lag er af hans nýjustu plötu sem er á leiðin út og hann kann alveg að syngja þessi drengur eins og hlustendur FM 95 Blöð hafa varið við. Og þetta lag heitir Falleg lauf. Ertu tilbúinn? Já, ég hlakka til. Nýtt lag með Chubby Little Game Boy. Þegar óvært í huga mér ég hefst ekki Þetta er Video Game Boy. Blóð, svit og tár eftir öll þessi ár. Já, strax komum þetta bara. Erum við konum með eitthvað hérna? Já, ég er að fíla þetta. Og ég myndi reyndar aldrei segja annað, en mér finnst þetta virkilega flott. Ég sver það, ekki að ljúga. Er þetta að segja mér bara sama hvað Svessi, en blóð, svit og tár eftir öll þessi ár. Flott. Já, þetta ég var að fíla þetta í tællur og óska ég Svessa innilega til hamingju með þetta. Skemmtilegt lag þarna að ferð og talandi flott lög, þá er flottulega-keppnin hér réttand af hodni. Þú ert búinn að velja að laga þig ekki? Ég valdi mér lag. Ætlar að koma með eitt svona djókið eða ætlar að koma með eitthvað alvöru lag? Nei, ég fekk alvöru innblásturinn í lagið mitt núna því að ég talaði um mann sem að leiði illa. Já. Og ég benti honum á þetta lag og hún leið betur. Það er ekkert annað. Ég get lofað að ef einhver líður illa að núti og heyri mitt lag þá mun hún líða mun betur líka því ég er með stórkostlegt lag en enda okkur eftir og þetta er lag sem að tengist, ég trúði ekki að ég bara trúði ekki daginn, ég hef tapað fyrir þér síðustu viku. Okay. Og það er með að kaupa það, þannig að ég ákvað herðu ok. Þá bara þarf ég að fara í The Cream of the Crop hjá sama bandi og spila það hér á eftir. Skulum fá örstuð skilaboð og svo er það flottulega keppnin. FM 957 kynnir hleðslu íþróttadrykk með súkkulaðibræði. Hleðsla fæst nú í fernum með súkkulaðibræði. Fylgstu með á FM þar sem við munum gefa helling af þessum magnaða drykk. Heiðar og Pétur munum spyrja löfléttra íþróttaspurninga næstu daga og þeir sem svarar rétt fá kassa af hleðslu í velun. Í hleðslu er engin hvítur sykur, engin sætuefni og er eini drykkurinn sem inniheldur eingöngu íslensk prótein sem unnin eru úr íslenskri mjólk. FM 957 og hleðsla. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og út að borða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Yngva Eysteins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin geti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890 kall. Castello.is Ekki missa frábæru kringlukarti í Víla.
Mikið úrval af völdum vörum á 30-50% afslætti. Víla. Minkandi unglingadrykkja, Skjaldarborg heimilera, íþróttaálfurinn, Múkísson, Makrill. Johnny Nash í kvöld klukkan 9:30 á Skjá 1. Tryggðu þér áskrift á skjárin.is. Ísland land þitt. Sjálfstæðisbarátta á Dillon alla 50 daga. Mættu með Jón Sigurðsson í veskinu og þú færð túle, skot eða einfaldan á 500 kall. Dillon Rockbar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Tupac og Elton John hér með Ghetto Gospel. Flott lag hér á ferð og talandi flott laga þá komið að keppni sem að ég persónulega búinn að bíða lengi eftir eða í heila viku því að ég þarf að jafna Hjörvar, hann komið 19-18 yfir eftir mjög skrítin sigur í síðustu viku. Hann bara fólk sem var að stoppa með á rauðu ljósi að hneykslast á þessu. Og ég bara ber virðingu fyrir því. Já. Því ég ber virðingu fyrir fólki. Já, ég líka. Hvað viltu meina, ég ber ekki virðingu fyrir fólki? Jú. Ég var bara að segja að ég ber virðingu fyrir þessu. En það flottulega keppnin og ég held að flest allir hann úti ætti að vera búin að átta sig á leikreglum. Við spilum lag í cirka 2 mínútur og 1,5 mínútur. Já, 1,5 og svo þú varst ennþá búin að gefa mér 2 mínútur í dag. Já, ég er alltaf til að gefa þér eitthvað. Þú spilaði nú Elton John lagið þitt einu svona í 3 mínútur og ég sagði ekki orð sko. Já, ég er alltaf til að gefa þér allt sem þú vilt. Takk fyrir það. Gaman að heyra. Og af því að það er smá púsluspili á lagið mitt að mínu mati bara eitt besta lag allra tíma sko. Það er væntanlega gamlir hvítir kallar að syngja það? Nei, hættu þessu Hjörvar. Þú ert búinn að sjá hvað lagið er með. Ég ætla bara að giska. Þú ert ekki að giska. Þetta er eitt besta lag allra tíma að mínu mati og ég þarf aðeins að púsla svo að fólk fá að heyra alla bestu partana í því. Þetta er svolítið langt lag. Ég treysti á þessu fullorðnir gamlir hvítir menn. En bara fullorðnir menn? Og hvað, ert þú með Justin Bieber eða? Nei, ég er alltaf að taka eitthvað hérna og þaðan. Já, ok. Ég byrjaði síðustu vikuna, það komið tíma á þig að byrja. Nei, mér er alveg sama. Það er kannski verra að byrja en ég er alveg til í það. Ákveð það verra? Það getur vel að sé verra, sagði ég. Já, við skiptumst bara að voðlegri vörnert í hérna. Herðu, ok, hvað ertu með handa hlustundum, Hjörvar? Herðu, það kom til minn ungu strákur í síðustu viku og hann var með þessi. Já. Og þetta var ekki nema 28-9 ára gammal strákur. Já. Hún var að hætta með kærustunni. Já. Og hún leiði illa. Já. Hún sagði mig, Hjörvar, hvað heitir lagið, Hjörvar? Áttu lag handa mér, sagði hann. Ég sagði, ég þekki þessa tilfinningu. Já, þekkjum allir. Og ég bent hann á plötu sem ég átti. Já. Með Backstreet Boys. Þetta er talandi hvíta gamla kalla. Mínir vita þó þessu gamlir, sko. Já, þetta er menn sem bara neitast að horfa í augu við aldurinn. Hérna frá upphafi. Og lagið fjallar það að stundum er gott að vita maður sé. Já, ok, þannig er þetta... Lagið heitir Show Me The Meaning. Og Being Lonely. Með Backstreet Boys. Það er lagið þitt í flottilega keppnin í dag. Já. Ok, þá bara take it away. Show Me The Meaning of Being Lonely með Backstreet Boys. Þetta veist hvað, margir reiður út í núna að fara að gjamma honi viðlæðið. Þetta er bara reglu, þú varst að segja á henni, ég mátti ekki eins og fá 2:30. En ég ætla að biðja allan að það fólk sem að ákannski við kannski erfiðleikar í sambandi eða eitthvað og var að hlista á þetta lag og lifa sinn í það. Já, bara næsta lag. Það var að fá viðlagið og næsta lag er alveg af gott til fólk sem er eitt og er í einhverju vesenni, sko. Nei, ég ætlaði samt að fá að biðja það fólk afsökunar. Já, takk fyrir það. Þetta, þú fékkst þarna 2:20, sko. Þú veistu hvað, með fullri virðingu fyrir þér, þá er ekkert lag, svona ángríns, þá held ég sé ekkert lag sem getur unnið þetta lag. Já. Besta lag, nú kom það mínu lagið, þú ert búinn að fá hérna 4 mínútur, Hjörvar. Komið að besta lagi allra tíma. Jón Jónsson, einn fastaðasti tónlistarmaður í Íslands dag, hann hljópið inn þegar hann heyrði þetta lag og byrjaði að syngja með. Já, svo spurði hann mig, hvað ert þú með? Og ég sagði hann hvað lag ég var með, þannig að hann vildi mynda vera close call. Old white guys. Nei, Aerosmith á einhvern skrítin hátt tapaði hér í síðustu viku fyrir Poker Face og ég trúði því ekki. Þannig ég ákvaði að setja í sleggju í dag, þetta er besta lag Aerosmith allra tíma og eitt af mínum uppáhaldslögum, það heitir Dream On og ég ætla aðeins að púsla þið. Þetta er líka fyrir ykkur þarna úti, ef þið eru ykkur í vesinni, bara aldrei áfram að dreyma. Það er alveg synd að maður þurfa að lækka í þessu. Bara fínt lag, ég reyndar ekki að heyrt áður en þetta var flott lag. Hefur ekki heyrt Dream On með Aerosmith? Nei, ég hef aldrei heyrt það áður en þetta var fínt lag hefur. Já, þetta er geðveikt lag. Fínt er sko bara, það er rangt að segja fínt við þetta lag. Já, þetta var bara voða fínt, já. Það er bara geðveikt lag. Já, maður ánægði með þetta valin, en ég ætlaði kannski að undirstrika það, ég ætlaði að tilengja mitt lag öllum þeim sem kannski er í ástarsorg eða... Já, ég ætla að tilengja öllum sem að, sko, vilja láta drauma sína rætast þarna úti. Það er bara að gera halda áfram að dreyma og reach for the top. Stundum er bara gott að þekkja þá meiningu sem það er að vera einn.
Já, það líka gott að þekka það meiningu að, dream on. En þetta ykkar höndum, kæru hlustendur, það 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Það Show Me The Meaning of Being Lonely með Backstreet Boys á móti Dream On með Aerosmith. Við skulum fá fyrsta hlustanda. Hvað var þitt atkvæði? Herri, þetta var mjög erfitt. En ég mjög mikill Aerosmith aðdáandi, en ég hef samt aldrei heyrt þetta lag með Aerosmith. En ég ætla samt að gefa upp atkvæði. Vel gert. Þetta eitt besta lag Aerosmith allra tíma, Ég myndi ekki segja það, ég myndi segja að Don't Wanna Miss a Thing með Aerosmith. Já, ég var að hugsa út í það, Það gott lag, en ég ákvað að henda eitt gamlan slagara. En takk hjálpa fyrir atkvæði. Já, minnst mál. Ok, bye. En fannst titlaði líka flott, Jöpi, ef að huggar eitthvað. Þá var það næsti. Við vorum að lækja útarpinu. Allan daginn uti. Allan daginn uti, þarna nú, ég get ekki verið kokki og 4-1 yfir síðast. Takk hjálpa. Þetta var mjög sérstakt. Hvað segirðu? Já, þetta var skandal síðan, enda þurftum við að henda í besta Aerosmith allra tíma. Vel gert þér. Takk hjálpa. Mjög sérstakt að ég sé ekki fá atkvæða því að Show Me The Meaning of Being Lonely fyrst mér eitt flottasta dægulega seinna ára. Já, en við skulum sjá hvað þessi hlustandi segir. FM 95 blöð. Það klárlega Hjöppi? Það klárlega Hjöppi. Bóðalega finnst mér kannastu röddina hérna. Hefur hent fleiri atkvæðum á Hjöppa í gegnum tíðina? Nei, ég að hringja fyrst skilur. Herru, takk fyrir atkvæðið og ertu einmanna? Nei, ég myndi ekki segja það. Nei, ok, en ef þú væri einmanna, þá getur þú hlusta á þetta lag. Ég myndi allan tíma hlusta á þetta. En áttu þið drauma? Hvað meinur þau? Áttu þið drauma í lífinu? Já, bara, þú veist, ég veit ekki. Já, getur þú hlusta á mitt lag og Dream On. Já, ég er ekki mikill Aerosmith maður, Nei, og meiri melodíu maður. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir að hringja. Ok, staðan 2-1 hér í þessari flottulagkeppni og við skulum sjá hvað næsti hlustandi segir. Já, góðan daginn. Góðan dag. Það er sjálfsögðu ötti, Já, það ekki? Jú, maður þarf þunglindistöfur og hitlaði, Já, enda tilengaði að fólki sem á við kannski svarta binda þessa dagana. Ég gleyma aldrei litlamannum og þeim sem eru kannski undir. Það er allavega svarta binda ef þau hlusta á lagi. Já, K.O. Þú draumaramaður eða ekki? Jú. Já, ánægð með þið. Takk aðeinslega fyrir að ringja. Já, ég veit að maður á að dream on. Nákvæmlega. Takk fyrir. Bye. Bestu kveður vopnavörð. Bye. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Það er auðvitað kongarnir í Backstreet Boys. Nei, þegar þú segir kongarnir og ég var búinn að skrifa prik hjá mér. Backstreet Boys eru að halda 20 ára afmæli á næsta ári með einhverju stærsta túr sem að hljómsveit hefur farið í allra tíma. Ert þú á leiðinni? Já, ég var til að fara, nei, ég er ekki á leiðinni. Þeir eru ekki að halda upp á 50 samanlega sitt í leiðinni sem strákar? Það er 20 ára afmæliðir og það er aldrei að vita um að ég hendi í hópferð, þannig að þú verður að fylgjast með. Já, ég join í það, alveg klárlega. Klassi. Það er mestu kongar tónlistinnar. Ég er sammála, hann erum við sammála. Takk fyrir að ringja. Takk hérlega. Ok, þegar hann sagði, herru, ég verð að gefa kongunum í, þá bara, ég var búinn að setja prik hérna við Aerosmith, Það er 3-2 og Backstreet menn er að vakna, herri ég, og Backstreet menn og konur. Nei, hér er draumóramaður á ferð. FM 95 blöð, góðan daginn. Jú, góðan dag. Góðan dag. Það er sjálfsögðan Hjörvar. Nei, hvað er að karlmönnum, maður? Ef að taka þetta saman. Show me the meaning of being alone. Takk fyrir að ringja samt. Ok, anskotinn maður. 3-3, en hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Já, Backstreet Boys. Nei, ég veistu það. Glæsilegt, gaman að heyra. Þetta eru hlustendur hérna. Þú ert aðdáðandi, heyri ég. Já. Er þetta uppbóls Backstreet lagið þitt? Já. Já, gaman að heyra. Takk hérlega fyrir þetta. Takk. Bye. Come on. FM 95 blöð, Aerosmith aðdáðandi hér. Tríðu með sigurinn. Halló. FM 95 blöð, Aerosmith aðdáðandi hér á ferð. Auði. Já. Ekki fara að gráta. Nei, herðu, ekki. Ekki gera þetta. Jú, ég ætla að gera þetta. Gera hvað? Ég ætla að velja Backstreet Boys. Anskotinn sjálfur, maður. Júbissus. Sjálfur. Ég ætla ekki að fóka mig sjálf, en ég ætla að velja þá. En ég heyra að þú ert kátt, þú ert ekki einmanna, en þér finnst... tapað fyrir Backstreet Boys hérna, maður. Ég er ekki einmanna. Nei, en þér finnst þetta fallegt lag? Já, mér finnst þetta skemmtilegir. En hefurðu huggað sjálfaði við þetta lag? Það er ekkert að hugga mig, ég hef bara fílað þá. Já, þeir eru aðeinsleir. Er þetta uppbóðslag? Það er spilað sko vel heima með mér, en ég ætla að gefa það. Já, hvernig verður nú að hlusta á fjölskylduna svona tilbreytingar? Ég er með 2 geðveika heima með mér, mér alveg nóg. Hvað er uppbóðs Backstreet Boys lagið þitt? Þetta er ekki Backstreet Boys hotn hérna. Hvað segir það, Skan?
Þetta bara mörg góðminn. Já, ég sammálaði þarna. Já. Þarna erum við sammála. Þið Hjörvar hittist bara á MSN-inu og ræðið þetta. Takk fyrir að hringja. Ég ætti að vera að gráta núna. Ég ekkert að gráta, ég bara pínu pirraður. Ok, bye. Ég ætla að sjá bara hvort það sé allir með allt niður hérna. Hvað hefði þú kosið? Aerosmith. Já, takk æðislega maður. Hvað hefði þú kosið? Auðvitað. Já, takk maður. Hvað hefði þú kosið? Að Backstreet Boys hafi unnið þetta, ég ætla bara að fá hana. Ég veit að hérna koma 3 í röð. Þetta bara að velja rétta línur hérna á þessum síma maður. Þetta bara fáránlegt. Og hvað sagði það að Aerosmith að tapa líka í síðast það? Já, fyrir Lady Gaga. Nei, hættu nú. Nei, við hættum þessum. Herru, takk hjá að hringja. Já, ekki maður. Hjörvar til hamingju. Takk hjá að Við verðum vist að gefa þér það. Takk. Já, takk. Og þetta sjálf Licky Lee mætt hérna og remixið á leiðinni. Hvað heitir þetta leið? Það Follow Rivers. Þú veist að ég í alvörunni svektur núna. Djöfull þetta pirrandi maður. Hún getur ekki unni Backstreet Boys. Með Dream On með Aerosmith. Jæja. Hann bróðir þinn. Hún systir þín. Kristján Ingi og Ósk Gunnars á laugardögum frá 10 til 1 á FM 957. Ég kann að umgangast svona óvastjörnum. Ég búinn að vera með öllu þessu liði. Ég fór með Hopkins í sláturhúsi hérna á Suðurlandi. Hann var eitthvað voðalega fyrstu þaðan og vildi fá að skoða eitthvað. Þetta var allt mjög furðulegt en við fórum með á sláturhúsi og hann fekk fullt af lifurum með sér heim. Það með það í tók og alltaf eitthvað nasta í það sem milli mála. Þetta alveg ógeðslegt. Það kannski eitthvað síðan úr því að hann lék Hannibal the Cannibal? Það eitthvað? Ég held að hann alveg stór skattaður sem maður. Kristján Ingi og systir hans. Alla laugardaga frá klukkan 10 til 1 á FM 957. FM 95 á FM 957. Við kynnum nýtt Tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu Tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Ásgeir Trausti með lagið Dýrð í dauðaþögn. Hann heldur betur vinsæll þessa dagana. Enda topp tónlistarmaður hér á ferð. Virkilega, bara góðu tónlistarmaður og skemmtilegu diskur. Ég er búinn að hlusta á hann. Hvaðan er þessi gæi? Herðu, hann kemur frá Hvammstanga. Ok. Og bara allt í einu poppaði bara upp og hann er búinn að... Ekki eftir múin að gæða þú, sko. En það svo sem segir ekki mikið, sko. Nei, það komin nefnilega hellingur af svona topp tónlistarmönnum á Íslandi sem hafði ekkert heyrst sko. Það bara sprettur upp eins og gorkólur. En það eru 2 rosaleg partí helgina. Það er allt að gerast hér á Íslandi. Reykjavík, partibærin mikli. Það eru 150 ára afmæli Bacardi. Það er haldið núna á laugardaginn. Og já, Bacardi er 150 ára og að því tilefni er boðið í partí á B5 klukkan 8:30 á laugardaginn kemur og við erum með 2 boðsmiða þetta partí, við gefum þá hér á eftir og það verður einn stærsta stjarna Íslands mun tróða þar upp stendur, hann er ekki nafngreindur eða nafngreind. Okay. Ég veit ekki hver það er, en við ætlum að gefa 2 miða í þetta partí á eftir en svo er líka annar partí á morgun á Austur og það er James Bond partí og nú er myndin Skyfall á leiðin til landsins og við erum búin að vera að ræða hérna í dag við Hjörvar svona okkar á milli og ákvæmum að leyfa bara hlustendum að taka þátt í þessar umræðu og fá smá kosningu hérna í gang. Það er, hver er besta Bondmyndin? Besti Bondinn og besta lagið. Já, þetta er býsna erfitt, sko. Já, þú ert mikill Bond ákvæmaður, eða? Já, ég er svona, alltaf hann að vera það. Þetta er svona, ég var bara að vera kannski harðar eitt hjá hann. Ég held þessi myndum 23 eða eitthvað. Hver er svona þinn, byrjum bara þér, hver er þinn uppáhalds Bond? Það er Connery. Það er Sean Connery? Já, en þinn. Minn er eiginlega bara Daniel Craig. Já. Grjótharður, sko. Sko, ég veit að við mögum ekki tala illum bíómyndir. Nei. Það er bara regla. Já. Mér finnst Casino Royale frábær. Mér finnst Casino Royale einn besta Bondmynd allra tíma. Mér finnst Quantum of Solace rubbish. Já, mér finnst hann ekki góð, ég sammálaði þar. En það er ég að vona að Skyfall verði jafn góð og Casino Royale. Já, hvernig fannst þið trailerinn í Skyfall? Mér finnst hann flott maður. Hann er grjótharður hann Daniel Craig, sko. Það verður ekki tekið á hann. Já, hann er svolítið öðruvísi en Pierce Brosnan sem var Bondinu undan, sko. Já, Pierce Brosnan byrjaði mjög vel. Ég var ánægður með henni í byrjun. Já. En hvað er svona uppáhalds Bond-lagið þitt? Bond-lagið mitt, þetta finnst mér helvíti erfitt. Já. Mér finnst þetta Tina Turner-lagið, GoldenEye heldur gott, sko. Já, það er mjög gott. Mér finnst lagið með Adele núna nýja, mjög flott. Mér finnst eiginlega kona þurfa að syngja lagið, sko. Já, reynda finnst mér Live and Let Die geggjalag.
það Bondlag. Já, Paul McCartney. Já, Wings, með það lag. En við skulum, opna þess fyrir síman. Hver besta myndin þá? Besta myndin, mér finnst það Casino Royale. Já. En það spila kannski inn í það, maður hattar ekkert Casino. FM 95 Blöð, hver uppáhaldsbondið þinn og uppáhaldsbond bíómyndið þinn? Það náttúrulega mjög easy, sko, með myndina. Það Casino Royale. Já, sammála á gamla þar. Já, og ég verði alveg að segja Daniel Craig sé að taka þetta líka, sko. Já, hann er svalur maður. Lægið, er það að gleyma ykkur eitthvað? Ertu að tala þá AHA eða Duran? Chris Cornell. Já, Chris Cornell. Já, það var enda útgæst af þetta. Það var mjög gott. Sammála því. Þarna eru komin Chris Cornell og þú ert sammála með bíómyndina á leikara. Sumu myndinni. Þetta hefur greinilega bara haft mikil áhrif á þessi eina mynd. Þetta bara þín Bondmynd. Þetta bara, þessi mynd hittari, sko. Það ekki að fara að klikka, sko. Nei, ok. Glæsilegt. Já, tekum á fleirum hér. FM 95 Blöð, hver svona þinn uppáhaldsbond og mynd? Besta myndin klálega Goldfinger. Goldfinger, ok. Sean Connery harðastur. Já. Daniel Craig reyndar fast á hælanum. Já. Síðan besta bond, það eiginlega þrenn. Það eiginlega Live and Let Die, Lies to Kill og Chris Cornell. Já, ég reyndar ánægð með öll þessi lög. Já. Þetta það hafi ekki flestir svona skoðun á James Bond. Hver flottasta Bond-konan? Flottasta Bond-kona? Þetta alltaf öðru spurning, sko. Það ekki Halle Berry bara? Já, hún var heldur flott, sko. Hún var flott, sko, en Úrsula Andrés sem var í Dr. No þegar hún steig upp úr sjónum með hnífinn. Já, náttúrulega. Dennis Richards, sko, uppgefust eftir. Rólegur. Dennis Richards, maður. Já, hún var reynda flott, það var bara svo skelvileg mynd, maður. Já, hörmuleg mynd, sko. Já, herru, takk fyrir þetta, takk fyrir að hringja. Skulum fá hér, 2-3 viðbót og svona sjá hver þinn uppáhaldsbond og bíómynd? Ég bara upp á slæðið mitt og það Another Way to Die. Já. Another Way to Die. En ertu ekki með neitt uppáhaldsleikara? Jú, það svona undan þessum. Pierce Brosnan? Já, hann. Ok. Það er bestur. Já, ég hugsa sér ekki margir sem að segja Pierce Brosnan, en takk fyrir þetta. Another Way to Die, býtu hvað mynd var það Quantum of Solace? Já, hún skella á það, hún gæti ekki svara því. FM 95 Blöð, hver þín skoðun á þessu öllu saman? Ég segja bara Dr. No og Sean Connery best. Já, en uppáhaldslægið? Ég ekkert eitthvað að fíla Bondlögin, sko. Nei, þú ert ekkert svona uppáhaldslag? Nei. Herðu, glæsilegt, takk fyrir það. Það erfitt að finna einhverja eina mynd. Þú veist, þetta það engin svona ein mynd sem að sko... Nei, þetta pínu eins og að spyrja hverju uppáhald Steven Seagal myndin. Það ekki til neitt eitt rétt svar við þessu. Hann á svo sem eina svona algjör og toppmynd, það náttúrulega bara Under Siege. Það grínast, Nico, Out for Justice. Já, þetta svona allt í lagi, bara bíómyndir sem ættir að hlæja. Glimmerman, Geðveik. Gæði sem að rauf og sjaldan $100 million box office. Ég var nefndir alveg til þess að Steven Seagal taka Bond að sér. Það getur verið flottu Bond. Gaman og þreyttu Bond. En ég held að við skilur saman það. Ég held að reyta From Russia with Love sé besta myndin. Já. GoldenEye í öðru seti. Ok. Því að það er svo flott byrjunatrið. Þegar hann hendi sér eftir flugvélni. Já, það er gett í. Jú, það er gett í. Hleypur hann yfir klettinn og... Sko, byrjunatriði líka í Casino Royale er stórkostlegt. Það var aksjón frá fyrstu mínúti. License to Kill er góð. Já, License to Kill. Það var hann aðna... Roger Moore, eða ekki? Þeir byrja hann í skydiving á Fallíga. Svo Honor Majesty Secret Service þegar hann gifti sig. Það er þetta ræðið í allan dag, en Skyfall er á leiðinni og partí á morgun. Við ætlum að gefa eins og miða hér í Bacardi partíu og eftir, þannig að fylgist vel með. 957 kynnir hleðslu íþróttadrykk með súkkulaðibræði. Hleðsla fæst nú í fernum með súkkulaðibræði. Fylgstu með á FM þar sem við munum gefa helling af þessum magnaða drykk. Heiðar og Pétur munum spyrja löfléttra íþróttaspurninga næstu daga og þeir sem svarar rétt fá kassa af hleðslu í velum. Í hleðslu er engin hvítur sykur, engin sætuefni og er eini drykkurinn sem inniheldur eingöngu íslensk prótein sem unnin eru úr íslenskri mjólk. FM 957 og hleðsla. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrvals af thailensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. Á hverjum degi í þessum mánuði fær einhver viðskiptavinnur Orkunar áfyllinguna sína endurgreidda og 3 vinna svo 100.000 króna inneignarkort í lok mánaðar. Eitthvað segir mér að röðin sé komin að þér að vinna. Orkan.
Kíktu við í Warehouse, því nú 30% afsláttur af völdum vörum og 25% afsláttur af öllum töskum. Warehouse, Kringlunni. Korona-helgi á Hemma og Valda frá 5. degi til laugardags. Korona og tequila á tilboði. FM 95 Blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Já, ég var nú bara að tala við Sveppa núna daginn. FM 95 Blöð hér með ykkur á FM 957. Við vorum að ræða hér á meðan að auglýsingar stóði yfir að, já, við Sveppi vorum líka að ræða þetta daginn með þessi hér í útvarpinu. Hvað væri létt að fýta sig fyrir hlutverk? Og, já, þú vilt meina það, Hjörvar, að þú ættir mjög auðvelt með það líka. Þetta gríðalega auðvelt með það. Ég held að ef þú ættir að fita þig fyrir hlutverk, þá enginn betri að búa til matseðil heldur en ég. Nei, það samt svo létt. Þú myndir bara éta allt sem þið langar í. Já, hvenær langar þér til dæmis ekki í kleinurhring eða nammi? Ég get bara svona gefið svona mataræði frá mér frá svona 2002-2003. Já, ok, hvernig var mataræði þá? Settist bara ekkert á mig, þannig að skipti engum máli hvað ég átt. Já, það var draumum maður. Já, það var bara alltaf svona 2 snúður og súpudús, byrjaði daginn að því. 2 snúðar í morgunmat? Já, það er mjög gott. Já, snúður mjög góður. Það er mjög góður, já. Svo var ég mikið í hvað heitir þetta, aspasbrauðinu? Já, skinkuhorn og svona. Hitað aspasbrauð, það er hrikalega gott, sko. Ég segja þetta, maður. Voru vel þéttur á því og það er náttúrulega alltaf kannski svona súpudós með öllu. Já, ein rauð. Já. Og svo að brjóta upp daginn með kannski svona 2 súkkulaðistykkjum kl. 3. Já, hvaða súkkulaðistykki myndir hendi? Ég myndi ekki taka 1 Lion-bar og og svo 1 Pip. Já, Pip er gott. Kalt, ég myndi passa að vera inn í ískáp. Ertu svona eins og feitabólurnar, kælur súkkulaði? Já, ég er bara alveg feitalungur. Já, ok, ég set oft mjólkina mín í fristi. En svo en daginn þá keypti ég mér svona póka af litlum Bountyum, keypti það í fríefninni og ég vissi ég var að fara að fá mig Bounty kvöldið, þannig ég hendi mjólkinni í fristi og passaði alveg þar til hún að verða frosinn og tekið hann út, þannig að fæ ég ískalda mjólk með súkkulaðinu mínu. Ég drekk aldrei mjólk með henni, sko. Ok, 2 súkkulaðum kl. 3. Matur, það þá væntanlega einhver baconborgari. Já. Og mikið af frönskum. Já. Og bara 2-faldur koktelsósskammtur. Ég mér finnst tómatsósa betur en koktelsósa. Já, ég finnst koktelsósa 100 sinnum betri, sko. Og svo náttúrulega eftirréttir það einhver góð súkkulaðikaka, svona sem semi-heit, ís, svona bara svona rjómaís, hvítur, og kannski einhver svona góð karamellusósa yfir eða eitthvað. Já, svona heit karamellusósa. Já, kannski marssósan. Hún er rosalega góð. Já, bræða mass. Já, setjum maður rjóm út í og svona, það er hrikalega gott, sko. Já, Maja systir átt með þetta jólinn, þetta er stórkostlegt. Svo ertu með gott snakk kvöldið. Já. Kannski sour cream and onion, Lays og kannski eitthvað gott Doritos og Marot. Já, Doritos, þá myndi ég líka bræða svona ostasósu. Já. Það er svo gott maður. Og svo kannski hafa hvítlagsbrauðana klárt og kannski einhver osta og Ritz keks. Já. Þetta eru nokkra kaloríur þarna. Var mataraðið þetta svona í kringum 2? Ég segi ekki svona, en ekki hverjum degi, en það var ekki nóg gott. Nei, þetta er alveg nammidagur. Já, þetta er alveg nammidagur, getur svo þetta. Já, en hvað varst að segja með FIFA þarna, áður við ætlum að ræða þetta? Já, vandamál sko að það er allir að hætta saman í Bretland út af þessum FIFA 13-leik, tölvuleikur. Já. Og 12% nýlegra sambandsleita í Bretlandi má reykja til þessa leiks. Já, FIFA 13 sem var að koma út. Já, en þetta er ekki bara með þennan tölvuleik. Ég hef heyrt stelpu sem frá því að hún var hætt með stráka því að hún var alltaf í kót. Já, Call of Duty. Já, tölvuleikur sem heitir Call of Duty. Já. Nú tala ég eins og þessi nýraður. En ég hef ekki spilað neitt af þessu. Nei, við erum alveg tekið FIFA hérna mér, 2-2. Það hef verið 1 leikur eða eitthvað. Þú hugsaði þetta, ég hef ekki verið að spila. Já, þú hefur verið með okkur einhvern veginn. Það er þá orðin einhver ár síðan. Já, það er svolítið síðan þetta. En það er gaman að þetta er allt farið að renna saman eitt, sko. Já, þetta er allt eins. Ég get alveg, sko, viðurkenndi, ég spila FIFA, en ekki svo er þið til sambandslita. Sko, menn er að hitta svo mikið til að spila þetta. Já, og svo er það að hittast á netinu líka að spila. Já, eitthvað svona, herri, við erum að leiðin leikhús. Nei, ég er að fara að hitta félaga mína, við erum að spila hérna á tölvuleik. Það er eitthvað mission í gangi, sko. Í kód. Já, Nei, ég sé ekki alveg, sko. Nei, ég hef líka rætt þetta, ég tengdi nátt Svessa-greiðin í þetta. Hann hattar nú ekki tölvuleiki, sko. Ég held bara að þetta væri einhver, sko, kjaftaði. Að þetta væri ekkert að gerast í alvörunni. Þetta væri bara í Bandaríkjunum eitthvað sless. Já. En þetta verið að gerast hér á landi líka. Heldur þetta sé á Íslandi líka? Svo segja menn. Heldur það séu sambandslít á Íslandi út á tölvuleikim?
Ég veit ekki, ekki einhverju stelpur sem geta hjálpa okkur þarna? Já, ef það einhverjar stelpur að hlusta eða konur sem hafa lent í því að hætta með kærastan sinum út á tölvuleikum. Já, eða bara einhver sem það er þekkja. Já, þá með ég endilega hringja hér í 511 og 957. Hvort þetta sé bara eitthvað bull í einhverjum svona áhverjum miðlum eða hvort það sé bara... Já, náttúrulega fólk sko eins og í World of Warcraft, það bara fer inn í þann heim og bara þar. Það er fólk sem hættir í vinnu, þannig að þú getur rétt ímyndaðir hvort það voru til sambandslita. Eins hallarslegt á hljómar, þetta eru dvergar og álfar. Og það berjast eitthvað dreka á eitthvað. En við skulum teka, það eru hérna rauðgló alla línu. Við skulum sjá hvort það sé eitthvað stúlkur hér á línunni sem hafa þurft að hætta með, já, manni sínum eða kærasta. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég þekkti ég var einu sinni með, fyrirhundi kærastinu, sem sagt. Já. Og hann var alltaf í Vó. Var alltaf í? Alltaf, sko. Í hvað leik? Í World of Warcraft. Já, hvað kallaði það? Vó. Vó, já, World of Warcraft. Ok. En já, og það endaði bara með því að, ég gaf því ekki lengur, ég meina, hann var alltaf í þessu og maður fekk enga athygli frá honum. Já, þannig að þetta er að gerast hérna. Hvernig er að vera í öðru sæti og eftir tölvuleik? Það er umulegt. En varstu, þegar áður að hættu saman, varstu búin að gefa honum eitthvað svona úrslita kosti eða? Nei, í rauninni ekki, þetta er bara, hann í rauninni var alveg svolítið með þetta sjálfur, sko, ef við hættum saman vegna þess að hann var alltaf upptekinn í þessum tölvuleik, skilu. Hann vissi bara, já, ok, núna fæ ég bara tíma til að vera sjálfur í tölvuleiknum. Já, ok. Þannig að, já. Herðu, þetta er vel leiðilegt að heyra. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Þetta er mjög aðeinsvært. Já, skulum sjá, tökum hérna eini viðbót, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Bróðið minn misti kærastinn út af þessu World of Warcraft. Er það? Já, ok, það tengja allir við World of Warcraft hérna, það er ekkert út af FIFA. Er engin annan tölvuleikur sem að getur hringlað við þessu? Nei, ég veit það ekki. Nei, en spilað þú World of Warcraft sjálfur? Nei, ég spilaði eins bróðum mínum og ég hætti leið og ég sá að þetta voru bara eitthvað dvergar og alvar að skjóta hvort annan. Þetta er hressandi. Herru, takk hjá það, vinnur. Já. Ok, en hann datt hann út, en Hjörvar, segðu mér eitt, hvaða tölvuleiki spilað þú? Ég spila enga tölvuleiki. Aldrei? Nei, ég spilaði hana... Nei, ég verði Tekken. Já, svona slagsmálaleikur. Já, það er svona eina. Það er svona eina, sko, en þú? Nei, ég bara spilaði aldrei samt, sko, með þess að Sverrir bjó heima. Þá gæti maður spila alltaf tölvuleiki. Kannski fyrir svona 7-8 ára síðan, þá tók ég mjög virkan þátt í rifrildutum hvort verið betra FIFA eða Pro Evolution Soccer. Já, PS. Já, ég var harður PS maður. Já. Sem getur vel verið að hljóma vandræðarlega í dag því að það er ekki FIFA með hljómvinsætlega í dag. Jó, en það eru samt alltaf einhverju svona PS-arar að núti, sko, sem að standa með sínu leik. En við hættum nú að ræða tölvuleiki. Skulum setja á geggjað lag með David Guetta, hans nýjasta, það heitir She-Wolf. Þetta finnst mér illa flott lag og já, væntanlega einhver að fara að gera eitthvað kvöld, 50 dagur og vonandi kemur þetta ykkur í gírinn. Lag hér á ferð með David Guetta og já, vinkona hans Sia. Flott lag maður. Já, þetta finnst mér helvíti flott lag. She-Wolf heitir það og myndbandið með þess að skoti á Íslandi. Flott vídeo þar á ferð. En við Hjörvar gerðum samning áðan áður við fórum í flottulagakeppnina að, en sko, að því að má ég samt ekki spila mitt lag. Er það... Nei, ég var nokkuð að breyta þessu. Ha? Það er nokkuð. Þannig að, sko, já, fyrir ykkur sem hlustuðu ekki á flottulagakeppnina þá var ég með lagið, já, Dream On með Aerosmith en Hjörvar með Show Me The Meaning Of Being Lonely með Backstreet Boys og af einhverjum óskiljanlegum ástæðum hafði það lag sigur í þessari keppni og það þýðir að þú ert komið 2 stiga fórust í þessu, rögli. En við vorum búin að ákveða við Hjörvar að lagið á leiðinni heim yrði það lag sem að myndi vinna keppnina. Þannig að, já, Hjörvar, þú ræður hvað er lagið á leiðinni heim. Viltu kannski hendi eitthvað annað fyrir hlustendur? Já, ég er alveg til að hendi eitthvað annað. Já. Það er svolítið erfitt svona on the spot, sko. Já, en ég er náttúrulega með hitt tilbúið því að það átti að spila það, en ég væri alveg til í eitthvað annað. Eigum að taka Incomplete? Viltu taka það frekar? Já. En það er náttúrulega FM 95 blöðlaði. Já, mér er alveg sama. Mér finnst það bara Incomplete er eitt af mínum uppáhald svona Backstreet Boys lagum. Mér finnst það mjög flott lag.
Ok, ég til að taka það frekar heldur en hitt, enda á ég góða minninga við það lag. Finnst þér, varstu Backstreet Boys aðdáandi frekar heldur en NSYNC? Já, þú veist, NSYNC barst vola lítið svona hinga, minna heldur en Backstreet Boys. Backstreet Boys eru 100 sem stærri í Európu heldur en NSYNC. Já. Þó að náttúrulega stærri stjarnar að vera í NSYNC. En segðu mér svona alveg satt, myndirðu fara á tónleika með... Ef ég væri staddur í New York og það voru Backstreet Boys tónleikar í New York, þá myndi ég hiklaust fara. Ég myndi býða svona 4 tíma í röð. Nei, ekki ljúga. Ég get í ángríns. Myndirðu standa í 4 tíma til þess að fá miða á Backstreet Boys hér? Fertur? Ég ekki fertur. Það er þú sem ert gamall og með þetta old man complex, sko. Nei, þú ert alltaf að tala hvað við séum gamlir. Nei, ég er bara að minna þig á það. Já, en við erum jafn gamlir, samt. Ég veit að, en þú veist, þú ert sköldlóttur. Já, þurftur að, did you have to go that way? Svona búið að vera gaman hjá okkur og í lókdags hendur í sköllóttarspilið. Ég veit, sorry. Sorry. Það er reyndar hárrétt hjá þér, ég er sköllóttur. En já, ég er meira til í að spila Incomplete og hafa það lag á leiðinni heim. Já, höfum það lag á leiðinni. Ok, ég fíla. Frábært lag. Það er gaman að keyra og hlusta á þetta lag. Já, nú getur fólk, hækkað, það er komið að lagin á leiðinni heim og það er Hjörvar Hafliðarsson sem fekk að velja þessu sinni og það er lag sem að tengist nú þessum þætti. En það var löngur uppáhaldsslag hjá mér áður en að... Er það? Það var náttúrulega fullt af liði sem að vissi ekkert hvað lag þetta var, sko. Já, ég vissi alveg hvað þetta. Ala krakka kannski. En hér er lagi á leiðinni heim. Það er uppáhaldshljómsveitin að sjöpa, Backstreet Boys. Hann myndi býði 4 tíma eftir miðum á þessu tónleika. Skemmtilegt. Hann datt út þarna lagið á einhverjum ástæðum. Þetta er svo vandræðilegt þegar það gerist. Það þýðir að við þurfum bara að setja okkar annað lag hér og ég byrst afsökunar á því. Það datt bara út. Þannig að þú fær að velja eitthvað annað á eftir. Þetta getur gert hér í beinni útsendingu. Þetta er hressandi. Akkur spilaði ekki þetta? Hvernig lístur það þetta lag? Þetta er það. Þetta er sérstaklega sett á fyrir þig. Nei. Heaven með DJ. Með Heaven. Þetta er smá tækni örðuleika hér hjá okkur aðan en við spilum bara lagi á leiðinni heim hér í lokin. En það er hins vegar komið núna að uppáhalds útvarpsleik okkar allra og einn vinsalegasti útvarpsleikur okkar Hjöppa. Hér kemur hann. Það er komið að uppáhalds útvarpsleik. Það er rétt 511-0957. Það er búið að opna fyrir síman en fyrst þurfum við að heyra hljóðið og Hjörvar, ert þú með hljóð dagsins klárt? Það er hérna. Það er sem sagt, hvað er maðurinn að gera núna? Já. Við erum hlusta á hljóðið. Hvað er maðurinn að gera? Glæsilegt. Við ætlum að opna fyrir síma. Það er engin smá velun í boði í dag. Við skulum sjá hvað fyrsti hlustandi segir. Hvað er hann að gera? Hvað segir þau? Það er... Maður sjá, við þurfum að tjekka á dómnefndinni. Hann segir hann sé að spila Angry Birds. Hvað segir dómnefndin? Það er hárrétt! Til hamingju, herru, þú ert búinn að vinna þú var að lækka í þessu núna, Hjörvar. Ég er að segja manninu hvað hann er búinn að vinna. Okay. Herru, þú ert búinn að vinna inn 2 miða á 150 ára afmæli Bacardi sem haldið á laugardaginn. Þetta er, 20. október á B5 og það er mæting klukkan 20:30 og einn skærasta stjarna Íslands mun koma þarna fram. Þannig að hefur aldur til þess að fara út að skemmta þér? Jú. Spilar Angry Birds? Jú, maður dettur alveg inn á það. Hvernig fílar Angry Birds Space? Ég hef ekki endur að prófa það, sko. Nei, það verður að fara að vaða í hans. Ég held að Sveppi sem búinn að klára alla þessa leiki. Já, ég er búinn að klára þetta allt líka. Nú, ok, vá. Það er ekkert mál. Það eru báðið geðið töff. Herru, hvað heitir maðurinn? Jóhann Tómas Guðmundsson. Það er svona að eiga 10 ára gamla síma hérna, veitir minn. Þá getur maður ekki spila leiki og hafa gaman af lífinu, sko. Jú, ég get alveg spila leiki. Hvaða leiki? Tetris og eitthvað. En herru, takk hérlega að ringja og miðarnir bíða bara eftir á morgun hér í móttöku 365. Og góða skemmtun í samali. Það borgar sig að spila Angry Birds. Já, skilur þér. Ég tjekka þér. Bæm. Þetta, sko... Þú ert með Tetris? Já, ég er með Tetris. Við höfum aldrei farið í hlusta á hljóðið á þess að fara út í fyrsta. Nei, já. Við erum ekki reynilega með nógu erfið hljóð. Nei, við getum þess að fara að breyta því aðeins. En fáum hér örstu skilabót og svo er það lagi á leiðinni heim. Við ætlum að gera aðra tilraun. Dekkjadagar á FM 957 með Dekkjahöllinni. Nú þarf að huga að dekkjaskiptum fyrir veturinn. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkjaumgang á bílinn. Við hvetjum til að skráðu til leiks á heimasíðu FM 957. Heiðar Austmann dregur út vinninga á hverjum virkum degi til 27. október.
Mánudaga til fimmtudaga gefum við eina umfelgun á dag og á föstudögum gefum við nýjan dekkjaumgang undir bílinn ásamt 30.000 króna bensínkorti frá OP. Dekkjahöllin býður þér mikið úr að gæða dekkja á betra verði á þjónustustöðum sínum á Akureyri, á Egilsstöðum, Skeifunni 5 og nú einnig í Skútuvogi 12. Dekkjadagar á FM 957. Morgunþátturinn Magasín er á ferð og flugi landið og næsti áfangastaður er Sauðárkrókur, laugardagskvöldi 20. október. Við byrjum herlegheitin upp á 22 á Kaffi Krók, þar sem við tökum lögulegt pubquiz. Eftir það stiga Þórólfur og Erna Dís á svið og slá á létta strengi með uppistandi. Á miðnætti tekum við löðrandi sveittball á Mælifelli, þar sem Brynjar Már þeytir skífum langt fram eftir nóttu. Hlökkum til að sjá þig á laugardaginn á Sauðárkróki. Ný Outfitters Nation sending. Fullt af geggjuðum vörum í stærðum XX small til large á frábæru verði. Úlpur frá 7.990, skyrtur frá 5.990, bólir frá 2.990 og margt fleira. Outfitters Nation, Kringlunni. Sjálfstæðisbarátta á Dillon alla fimmtudaga. Túle, skot eða einfaldur á 500 kall. Dillon, Rockbar. Hvernig koma kempurnar í enska boltanum undan landsleikjarhreinunni? Fullt af spennandi leikjum á enska geturnaseðlinum og 190 milljónir í pottinum á laugardaginn. 1x2. Við tippum. Hausttilboð í Dorothy Perkins. Nú er 40% afsláttur af völdum haustvörum. Dorothy Perkins, Smáralind. Reykjavík 2012. Eins og komið hefur fram þá er það líklega vopn og talin hættuleg. Starf blaðamannsins er orðið hættulegt. Það eru þetta hlutir í gangi sem þú átt ekkert að vera að taka þátt í. Pressa, sunnudag klukkan 20:25 á Stöð 2. Tryggður áskrift í síma 5 12 51 00 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það er KFC sem færir þér pressu á Stöð 2. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö en ekki mikið lengur því að klukkan fyrir að verða 6 og hann er að koma hér í stúdíu og hann Rikki G. Búið mikil stemming hér hjá okkur Hjöpa í dag. Ég óskar aftur til hamingju með sigurinn flottulegakeppninni. Takk fyrir það. Ég er búinn að græja lagið og nú mun það ekki stoppa þannig að þú færð lagið þitt á leiðinni heim. Það er líka kannski betra fyrir það, þú ertu komin út í bíl og getur haft það gósi. Þú þínir Backstreet Boys. En hvernig er kvöldið hjá þér Hjöpi? Það er náttúrulega bara partíð eins og alltaf. Já, það er stanslaust partíð í Hjöpanum. Og hvað er partíð í kvöld? Það verður bara, þú veist, heima á mér eða bara einhvers staðar. Maður veit aldrei hver partíð verður. Það bara kemur í ljós. Bara þar sem þú ert er partíð. Já. Og helgin, partíð. Já, bara eitt langt partíð. Já, ég er þetta svona með ykkur háskólakrakkana. Það er stanslaust partíð. Það er bara stanslaust, það er bara hitt annað. Erst þú búinn að fara í svona vísindaferð? Það er eina sem ég hef verið hérna... Ég var í stjórnmálafræði. Það var eina sem ég gerði. Já, að fara í vísindaferð? Já, það er drullega gaman. Byrja bara klukkan svona 4 á föstudegi. Já. Er þetta ekki alltaf að fara bara í eitthvað fyrirtæki og svo bara vera að drekka bjóra? Jú, það er mjög gaman. Svo er líka bara sagt frá því hvað er að gerast í fyrirtækinu og svona. Já. Þetta er líka education, sko. Já. Og hvað, eitthvað vísindaferð helgina hjá okkur krökkunum? Nei, en ég held að það sé einhver að fara, jú. Já, ok. Það er bara ekki þín deild. Nei, jú, ég er bara ekki að fara sjálfur, sko. Ég skil þig enda að læra. Að læra heima gengur fyrir. Við þakkum kærlega fyrir hlustunni í dag við Hjöppi. 2 harðir verða með ykkur hér á morgun frá 4 til 6. Ekki missa því. Takk ég vel á mútið Rikka G. Hann er hér rétt og mætir í stúdíu. En við ætlum að enda þetta á laginu á leiðin heim sem að klikkaði því niður áðan. En ætti ekki að klikka núna. Þetta er ekki FM 95 Blö lagið, heldur er þetta upprunalega lagið með Backstreet Boys og heitir það Incomplete. Takk fyrir daginn Hjöppi. Takk. Þetta er auðvitað FM 95 Blö, lagið alltaf þegar ég heyri síðan þessa útgáfu með Backstreet Boys, þá syngi ég alltaf lagið á íslensku. Það má eiginlega segja að fjandinn hafi auðvitað Blö og strákana fyrir að hafa íslenska þetta lag, því að ég syngi þetta alltaf á íslensku þó ég heyri erlendu útgáfuna. Incomplete, Rikki G tekið við af Hjöppa og auðvitað þátturinn fyrir hann á Vísir mjög svo fljótlega. Fyrir þá sem að mista honum, við erum saman í styttrikantinum í kvöld til klukkan 8. Þá er það íslenski listinn frá því á síðasta laugardag. Getur líka séð hann í heilsinnin á fm957.is og svo getur líka hort á hann á vísir.is. Hann er náttúrulega í sjónvarpinu líka, ef þú vissir það ekki.